vil ég segja. Ég ætla bara að byrja og ekki bara leyfa þess að flæða. Já. Það er ekki bara skemmtilegast? Jú, það er langt skemmtilegast. Hver er þín upplifa sem kona í stjórnmálum? Mín upplifun sem kona í stjórnmálum er fín. Mér finnst ótrúlega gaman í stjórnmálum. Ég er búin að vera lengi, tók mig hlé, kom síðan aftur. Af því að stjórnmálin eru gefandi, þetta er skemmtilegu vettvangur sama hvað hver segir þó þau sé stundum erfið og geta verið grimm að þá eru þau meira gefandi heldur en ég. Og sem kona, þau eru ekki vond fyrir konur en umhverfi gæti verið í dag, sérstaklega í dag betra. Eftir síðustu kosningar núna fyrir rúmlega viku síðan þá hef ég viljað sjá hlut kvenna mun betri og það er alvarlegt hvernig hlutfallið varðandi konur á þingi er að þróast. Það er eitthvað sem við má taka mjög alvarlega og þess vegna hef ég líka sagt að næsta ríkisstjórn verði að fókusera á jafnréttismál og taka þau mjög föstum tökum. Þannig að skilaboð eins og til ykkar ungu kvennanna séu mjög skýr. Við ætlum að passa upp á umhverfið í stjórnmálum séu gott fyrir ykkur. Ok, hvernig var, þegar þú varst að byrja í stjórnmálum, hvernig var að koma sér á framfæri sem kona í stjórnmálum? Það var náttúrulega allt öðruvísi, það var náttúrulega ekki eins mikið, Facebook og samfélagsmiðlarnir voru ekki, þetta er svo langt síðan, skiljið. En það var allt í lagi, af því að ég bæði er vel tengd og er með nokkuð breiða skírskotin með inn í menninguna og tengsl inn í listalífið, inn í íþróttalífið, inn í svona atvinnulífið. Þannig að það var ekkert erfitt fyrir mig að koma mér á framfæri. Ég tók eftir því að aðrar konur áttu stundum erfiðleikum með það, af því að tengslaneti var ekki nægilega sterkt. Og það er eitthvað sem að konur þurfa að hugsa og huga sérstaklega og þess vegna gaman að sjá svona samtök eins og félag kvenna í atvinnurekstri er að ýta undir að konur í atvinnurekstri styrki tengsli sín á milli, af því að það er gríðarlega þýðingarmikið upp á það að konur og rödd kvenna fá að heyrast. Það skiptir öllu máli að rödd kvenna heyrist ekki minna heldur en karla. Hérna, ef að kona gerir mistök eða verður á í stjórnmálum, heldurðu að afleiðingarnar séu öðruvísi en ef að karl hefði gert það og ef svo er, hvers vegna heldurðu að svo sé? Þetta er mjög stór spurning, sko. Já, ég held svona að stóra myndin er svo að það er tekið harðar á konum heldur en körlum. Það er meiri sveigjanleiki gagnvart karlmönnum. Ákveðið það er, ég held að þetta sé bara hluti af svona ákveðin stjórnmálamenningu sem hefur þróast og þess vegna er mikilvægt líka að stjórnmálamenningin breytist og konur verði enn sterkari heldur en það eru í dag og við hættum ekki að berjast fyrir þeirra hluti en ef ég fyrir að tala um þetta, ég ætla ekkert svo mikið að kannski velta mér upp því þá fyrir maður kannski á persónulega notur. En eins og staðan er í dag að þá eru, konur eru dæmdar harðar heldur en karlar, en það er hægt að breyta þessu og það er svona smá saman vonandi að breytast. Já, vonandi. Já. Á þínum ferli, hefur þú einhvern tímann fundið fyrir því sem kallast glerþaki? Já, ég myndi segja það. Já, glerþaki að því leytinu til að ákveðin framgangur og ákveðið umburðarlyndi var ekki til staðar. Það var tekið öðruvísi á mínum málum eða málum kvenna í kringum mig heldur en karla. Já, ég held að bara almennt séð hef ég og konur í kringum mig hvað sem við höfum verið í flokki, við höfum upplifað ákveðið glerþak sem að stundum hefur verið hægt að rísa aðeins yfir en svona almennt séð vil ég segja að við höfum allar upplifað glerþakið á einhverju tíma. Ok. Já, þetta er alveg svona samsvara á hérna, hvað finnst þér kynjahlutfalli af Alþingi í dag og hvernig var hægt að breyta því svona? Kynjahlutfalli á Alþingi er bara glatað með hvernig það var fyrir síðustu kosningar. Við vorum komin með minnum við 33 kalla og 30 konur. Núna erum við komin undir 40%, ég held að við séum með 38% konur. Þetta er náttúrulega ekki boðlegt. Og þetta er hluti af því að rótgrónir flokkar og flokkar sem eru líka nýir eins og Miðflokkurinn og Flokkur fólksins
eru einfallega ekki að standa sig þegar kemur á konum og gefast allt of fljótt upp, segja að það er svo erfitt að fá konur í stjórnmál, það er bara bleð, það er ekki þannig. Og það er mjög auðvelt að virkja, ekki síst ungar konur. Við fundum það í Viðreisn að það var mikill straumur af ungum konum til okkar, að það var mikill kraftur í sérstaklega ungu fólki almennt sér í okkar starfi. Þannig að ég vil meina það að það þýðir ekki bara að tala um þetta og tala um þetta eftir kosningar, að það verður nú að veita konum tækifæri eftir kosningar. Það verður að fara á fullt í að gera þetta núna bara strax. Þannig að fyrir næstu kosningar verður þetta komið í lag. Þannig að við bjóðum upp á konur í oddvitasætum alveg jafnt á við karla, hvað sem er. Við pössum upp á því Viðreisn. Það eru fléttulistar hjá okkur. Það eru 3 konur og 3 karlar sem hafa leitt lista hjá okkur í þessum 6 kjördæmum. Þannig að bara mjög meðvitað erum við að passa upp á kynjahlutleysi og þannig verður leiðsögn hvers forystu einstaklings, konu eða karls í hverju flokki að vera. Að forysta flokksins segi, heyrðu við ætlum að gæta að kynjajafnvægi hjá okkur. Já, það var frábært að heyra. En svona, hvers vegna setti Viðreisn jafnrétti í forgrunn í kosningabaráttunni, svona, af hverju skiptir það miklu máli? Upp á samfélagið, upp á að konur jafnt sem karlar bara fá ekki eingöngu að njóta sín, heldur að samfélagið endurspegli mismunandi sjónarmið sem að koma frá körlum og konum og það er akkur, það er ábati fyrir samfélagið. Við verðum sterkari ef við gætum að jafnrétti og það er kannski sú sýn að allir einstaklingar, konur sem karlar, að við séum jöfn og eigum jöfn tækifæri. Það er lykilatriði fyrir hvers samfélag, ekki síst Íslands samfélag. Ég held að forysta okkar bara almennt á heimsvísu, við erum alltaf í forystu núna þegar kemur að jafnréttismálum og við megum ekki slaka á og það er þess vegna núna sem við þurfum alltaf að setja jafnrétti á dagskrá og við í Viðreisn við gerðum það, við settum á jafnlaunavottun, það var fyrsta máli sem við settum á dagskrá og fengum samþykkt á síðasta þingi og núna erum við að tala að taka ákveðna hópa, kvennahópa í atvinnulífinu, kennara, umönnunarsstéttir og fleira sem eru fleiri konur en karlar, frekar lægri laun og við viljum taka utan þær stéttir og mynda ákveðna þjóðarsátt þær til að hífa upp launin og gera störfin eftirsóknarverð. Þannig að þetta er bara, þú veist, þeir sem sitja ekki jafnrétti að sína dagskrá, það er eitthvað að og þá er ekki metnaði til að gera samfélagi sterkara. Þú veist, það fyrir þetta bara mikið skemmtilega. Já, algjörlega sammála sko. Mjög gaman að heyra. Hefur þú einhver ráð fyrir ungar konur sem eru svona að reyna að koma sér áfram í stjórnmálum eða stefna á stjórnmál? Já, bara halda áfram, hafa trú á sjálfu sér og að ungar konur, stelpur eru alveg jafn góðar ef ekki betri heldur en strákarnir. Þú veist, stelpur geta allt. Já. Og það er eiginlega ekki láta líka einhverja reynslubolta kalla að segja manni að hlutirnir sé ekki svona eða hinsegin. Bara halda áfram, vera fókuseruð, markmiðin skýr og ekki gefa eftir. Já. Og síðast en ekki síst, skilgreinir þú þig sem feminista? Já, ég geri það. Ég tel mig vera feminista. Ok, æði, bara takk hérlega fyrir þetta. Takk, sömuleiðis.